verkefnum eins og sumarstarf í skóla og atvinnulausra sem starfrækt var við Reykjavíkurborgar og Skógræktin fyrir Reykjavíkur í 15 ár, en þar var starfsmenn 1000 og verkefnastjóri 70. Haraldur með BEd frá Kennaraskóla Íslands, búfræði frá Bændaskólanum á Hvanneyri, diplóma í opinberri stjórnsýslu og stjórnun frá Háskóla Íslands. Þá hefur hann lokið öllum áfengum í MPA-námi í opinberri stjórnsýslu og stjórnun menntastofnunar frá Háskóla Íslands. Haraldur mætir öllum þeim kröfum sem gerðar í auglýsingunni menntun, reynslu og þekkingu. Það var þetta sem við kannski svona horfum til þegar við tókum þessa ákvörðun að leggja þetta til við sveitarstjórn og eftir ráðlegginga frá ráðningarstofunni þá var það samdóma álit okkar í byggðarráði að þetta væri hæfasti maðurinn í þetta starf allavega að sinni. Takk. Orðið er laust þessa tillögu. Það biður enginn orðið, þá bara greiðum við atkvæði þá tillögu byggðarráðs að Haraldur Haraldsson verði skólastjóri Auðaskóla. Pálmi, þetta er greiða atkvæði. Tillagan er samþykkt með 6 atkvæðum og 1 er á móti. Við má aðeins bæta við, svona, þá vil ég leggja til kannski að sveitarstjórn þakki Hlöður Inga Gunnarssoni fráfarandi skólastjóra Auðaskóla fyrir bjöðlunni störf. Þetta er það sem tilhlýðilegt. Ég held að þessum að samþykkja þá tillögu og bókum það í fundargerð að Hlöður Inga Gunnarssoni sé þakkað fyrir velunnin störf. Það er samþykkt samhliða. Þá er næsta mál sem þarf að ræða undir varðandi Auðaskóla, það er skipurit skólans og Kristján sveitarstjóri ætlaði að deila hérna mynd af skipuritinu. Það kemur það ekki? Þetta er komið á skjáinn. Ef að ég má aðeins fylgja þessu eftir, þá er þetta er skipurit sem hefur verið tekið fyrir óformlega á vinnufundi sveitarstjórnar. En það sem að sjálfsög stóra breytingi sem í felst og þannig verið að horfa til hagræðingar möguleika, það er að segja að það er verið að breyta stjórnun skólans með því að líka með tillit til þess að því miður sjáum við fram á það að nemendum mun fækka á næstu árum, þannig að þetta er hluti af því að aðlaga yfirstjórn skólans að þeim veruleika og það sem að síðan er til viðbótar er að þarna er tómstundastarf fært undir skólan, undir yfirstjórn skólastjóra og það er gert með þeim rökum að þetta er yfirgnæfandi hluta
sömu einstaklingarnir og það að hafa þetta þarna sem hluta af þessu skipriti því það að það ætti að vera meiri möguleikar á samhæfingu og samþættingu tómstundastarfs og skólastarfs. Í sjálfu sér breytir þessi, jú og svo sem sagt eins og þarna sett upp þá aðstoðar leikskólastjóri þá hann sem sagt staðgengill skólastjóra og sem saman mynda aðstoðar skólastjóri og skólastjóri þessa yfirstjórn stofnunarinnar. Ég segi þetta hugsað til einföldunar, staðan þannig að það hefur ekki verið samþykkt skipurit fyrir skólann. Það búið að vera nokkur ára gamalt sem sagt drög eða tillaga sem hefur verið unnið út frá en það hefur ekki verið afgreitt í sveitarstjórn og þess vegna þetta líka lagt fram hér og það verður svo hlutverk nýs skólastjóra að innleiða þessa breytingar og það eins og alltaf, það tekur einhver tíma að innleiða nýtt skipurit, það gerist ekki frá degi til dags og þarf þetta að gerast í góðri samvinnu og samstarfi við alla starfsmenn. Það var orðið laust skipurit skólans, einhverjus vilja ræða það? Skúli, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég held að þetta sé bara gott að framfara skref með þegar að skólinn nú að minnka að einfalda þetta og gera þetta skilvirkara þetta skipurit og menn þá vita að hverju þau ganga þegar þeir fara inn í þennan skóla og svo eru starfsmenn eða nemendur eða foreldrar. Ég mæli með þessu skipuriti. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir skipuritinu gefi merki eða gangi út atkvæðagreiðslu. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þetta svona enn eitt skrefið þar sem verið að reyna að laga fjárhag sveitarfélagsins að breyttu rekstrarumhverfi og eins og þið sjáið af viðaukaskjalinu sem að fylgdi með í fundargögnum að þá erum við með þessu að ná að vera mjög nálagt núllinu í svona væntri rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins og ég bjartsýnn að reyndar að það náist. Þarna eins og tillagan liggur fyrir núna, þá gert ráð fyrir lækkun í rekstrarkostnaði upp á 17.000, fjárfestingum upp á 3 milljónir og síðan eru auknar tekjur upp á 7,5 milljón sem semst viðbót við smæðarálag vegna Silfurtúns og það auðvitað skiptir miklu máli að fá tekjur sem að við áttum ekki von á fyrir að það kom þessi tilkynning þetta smæðarálag. Ég vildi fá að leggja fram eina breytingatillögu reyndar við þennan viðauka sem nú kannski ekki rétt átt en það í samræmi við afgreiðslu byggðaráðs á fundi núna 12. október og snýr að frístundasvæði í Sælistaðstungu.
verkefni sem að stóð til að fara í en hefur ekki gengið eftir og þar erum við með eina lóð sem að við þurfum að leysa tilbaka og það sem sagt tillaga og byggðaráð ákvað á þessum fundi sínum að gera breytingatillögu að þeir gera breytingatillögu við viðaukann til að ná þessu og það þýðir það að þetta eru 500.000 sem að þarna þurfa að koma til þess að sé þetta ljúka þessu máli sem þýðir það þá að í reksturinn þá kemur eitt auka framlag upp á 500.000 sem þýðir þá að lækkun rekstrar í viðaukanum samtalsverður 1.200.000. Orðið er laust viðauka og einhverju sem vil taka til máls. Svo virðist ekki vera, þá greiðum fyrst atkvæði breytingatillögu Kristjáns varðandi frístundasvæðið. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er að greiða atkvæði viðaukann í heild sinni. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrálið 3 á dagskrá. Það er ályktun vanda sauðfjárræktar. En þetta hefur tekið fyrir í byggðaráði og í raun og veru sameiginleg ályktun Dalabyggðar, Strandabyggðar, Reykhólahrepps og Húnaþings vestra. Og tillagan er svo hljóðandi: byggðaráð Húnaþings vestra og sveitarstjórnir Dalabyggðar, Strandabyggðar og Reykhólahrepps lýsa við þungum áhyggjum og lágu afurðaverði til sauðfjárbænda og seinagangi við birtingu afurðastöðvaverðs haustið 2020. Sauðfjárrækt er mikilvæg búgrein þessara sveitarfélaga og ein af forsendum búsetu í dreifbýli. Í þessum sveitarfélagum var rúmlega 21% af framleiðslu kindakjöts árið 2019. Á undanförnum árum hafa orðið ábúendaskipti á þó nokkrum bújörðum í sveitarfélögunum og yngra fólk með fjölskyldur tekið við. Þessar fjölskyldur efla samfélagið, styðja við þjónustu ásamt að halda uppi atvinnustigi. Líkt og í öðrum rekstri er mikilvægt að sauðfjárbændur fá viðunandi verð fyrir sína vöru og hafi þannig forsendur til áætlanagerðar og ákvarðanatöku. Því er skorað á afurðastöðvar að gefa út afurðaverð 2021 fyrir komandi áramót. Samkvæmt samantekt Landssamtaka sauðfjárbænda var afurðaverð til íslenskra sauðfjárbænda á síðasta ári það lægsta sem finnst í Evrópu og miðað við nýbirtar verðskrár 2020 er vegið meðalverð 502 krónur kíló. Hefði afurðaverð fylgt almennri verðlagsþróun frá 2014 ætti það að vera 690 krónur á kílóið. Því vantar enn tæpar 200 krónur á kíló upp á afurðastöðverð fylgi verðlagsþróun. Í heimsfaraldri vegna COVID-19 fengu Íslendingar áminningu mikilvægi innlendrar matvælaframleiðslu, skapa þar greininu stöðugleika í rekstri til lengri tíma og styðja á öflugan hátt við innlenda matvælaframleiðslu. Einhverju sem vilja ræða þessa bókun? Það kveður sér engin hljóðs, þá er þeir sem eru samþykkir henni greiða atkvæði. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er hér næst dagskrárliður númer 4. Það er reglur birtingu skjala með fundargerðum A-hlutanefndar Dalabyggðar. En á fundi byggðaráðs 24. september þá var þarna samþykkti byggðaráð samhliða að leggja til við sveitarstjórn að reglum birtingu skjala verði breytt þannig að fylgiskjöl verði birt með fundargerðum A-hlutanefnda auk sveitarstjórnar byggðaráðs og reglurnar verði endurskoðaðar fyrir lok árs 2022. Einhverju sem vilja ræða þetta mál?
Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk forseti og fundarmenn. Ég vildi bara, ég held að þetta sé góður áfangi, þetta einfaldar að sumu leyti hlutina því að eins og núna til dæmis á dagskrá sveitarstjórnar núna eru allmörg mál fyrir semst frá umhverfis- og skipulagsnefnd þar sem eru töluvert af fylgiskjölum og ef að reglunum er breytt á þennan hátt að þá þyrfti ekki að birta þessi fylgiskjöl með fylgiskjölum með sveitarstjórn vegna þess að það væri þá búið að birta þau með fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar og sama til dæmis á fundi fræðslunefndar síðasta fundi þar voru stór málefni til umfjöllunar eins og skólastefna og innra og ytra mat á augaskóla þess aftar. Alls saman stór skjöl sem að fara raunverulega ekkert lengra heldur en í fræðslunefnd. Það er sem ekki til sveitarstjórnar, það er bara fundargerð fræðslunefndar sem fer til sveitarstjórnar og þetta eru fylgiskjöl þar en þessi skjöl eru hvergi birt. En ef að þessi breyting verður gerða þá er þetta dæmi gögn sem að yrði þá birt með fundargerð fræðslunefndar. Þannig að eins og segja þetta marguliti gerir þetta reglu skýrar og ég held að ég megi alveg segja að þetta sem að byrjaði hérna í byrjun síðasta árs að birta gögn með fundargerðum sveitarstjórnar og byggðarráðs hafi gefið ágætis raun. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég tek allavega sjálfur undir með Kristjáni. Ég held að þetta sé rökrétt skref að fara að birta fylgigögn með fundargerðum meirihlutanefnda og ég held að þessi birtingagna sé bara að finna góðu. En ef það eru ekki fleiri sem vilja taka til máls þá bara göngum til atkvæða þessa tillögu að fylgiskjöl verði birt með fundargerðum meirihlutanefnda auk sveitarstjórnar og byggðarráðs og reglurnar verði síðan endurskoðaðar fyrir lok árs 2022. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður númer 5, það er uppfærsla samnings við leikklúbb Laxdæla. Og þetta var tekið fyrir á fundi menningarmálanefndar þann 15. september og menningarmálanefnd lagði til eftirfarandi breytingar og drögum að samningi að leikklúbbur sjá ræstingar eftir sýningar og aðra viðburði á þeirra vegum. 4. punktur í 2. grein verði breytt að alabið sér ræstingu hússins að öðru leyti. Leikklúbburinn skilar skýrslu störf sín á fundi menningarmálanefndar á hverju vori. Menningarmálanefnd óskar eftir þess skýrt sé hvort ákvæðum selda miða viðburði Dalabúð gildi fyrir sýningar leikklúbbsins. Og nefndin hvetur leikklúbb Laxdæla til að standa að uppsetningu sýningar á næstu missurum sem dæmi má nefna Jörfagleði 2021 nálgast óðfluga. Síðan var fjallað samningin síðan var þarna samningnum vísað til byggðarráðs og byggðarráð hefur fjallað þetta og samþykkt samhljóð og vísað til sveitarstjórnar. Þannig að hér liggja fyrir drög að samningi við leikklúbb Laxdæla, einhverju sem vilja ræða hann sérstaklega. Ertu með höndin á lofti, Kristján, eða er þetta síðan áðan? Þetta var síðan áðan og ég ætlaði að setja hendir í loft aftur líka núna. Mér langaði bara að benda á að byggðarráð gerði breytingar tillögu, raunverulega smávægilega á samningsdrögunum eins og þau komu frá menningarmálanefnd og sú breyting fólst í því að í drögunum var talað að
fulltrúar leikklúbbsins ættu að koma á fund byggðaráðs við umræður fjárhagsáætlunargerð. Byggðaráð taldi eðlilegra að þetta færi í gegnum menningarmálanefnd, þannig að það var tekið út þetta með að það væri þetta kom að fund byggðaráðs vegna fjárhagsáætlunargerðar, heldur það bara umræða sem að leikklúbburinn tekur beint við menningarmálanefnd, og sömuleiðis var bara skýrður gildistími samningsins að hann væri frá 19. október, þar að segja deginum í dag, og til ársloka 2022. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo verðist ekki vera, þá bara göngum við til atkvæða fyrirliggjandi drög að samningi. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst málefni byggðasafns Talamanna. Og ég bara fá Kristján sveitarstjóra til að fara yfir stöðu málsins. Já, þetta og góða fundamenn, staða málsins er svo að við höfum aftum eins og ég held að hann komið fram á síðasta fundi, þá voru samskipti við ríkiseignir sem að var síðan hafa frestast af því að það var ákveðið í byggðaráði að óska eftir fundi með fjármálaráðherra, af því að það er svo nokkuð ljóst að til þess að þetta verkefni geti gengið eftir, þá þarf að koma til meiri stuðningur heldur en eingöngu það að fá húsin til afnota, og fjármálaráðherra tók vel í það að eiga fund með okkur, og svo við vitum að hans dagskrá er þétt, og það stóð til reyndar að fundurinn yrði í dag, en hann frestast og verður á morgun, og þá mun byggðaráð funda með fjármálaráðherra og fulltrúum ríkiseigna, og þá verður tekin umræða það hvaða möguleikar eru í stöðinni frá ríkisins hálfu. Fleiri sem vilja taka til máls? Það er engin tillaga hér sem þarf að taka til afgreiðslu. Það má kannski segja að tillagan þarna, það kemur frá menningarmálanefnd að það sé tryggt fjármagn í fjárhagsáætlun til verkefnisins, og það er þessi vinna, þessi samtöl við fjármálaráðuneytið, þau snúast það. Þá er hægt að vísa þessu til byggðaráðs bara til fjárhagsáætlunargerðar. Ég held að það sé eðlilegt. Sem eru samþykkir því. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 7. Það er menningarmálaverkefnasjóður. Og þetta var tekið fyrir á fundi menningarmálanefndar. Og það er lagt til að stofnaður verði sjóður þar sem menningarmálanefnd geti fengið umsóknir styrki og úthlutað til menningarmálaverkefni Dalabyggð. Sveitarstjórn tryggir sjóðunum fjármagn á fjárhagsáætlun í fyrsta sinn 2021. Nefndin leggur til að samdar verði reglur hlutverk sjóðsins og úthlutun úr honum. Verkefnastjóra falið að vinna áfram. Og orðið er laust þetta mál, en það liggur fyrir tillaga að tillögu menningarmálanefndar verði vísað til byggðaráðs.
Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Það biður enginn orðið, en þess sem samþykkja því að vísa málun áfram til byggðarráðs. Gefið merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður númer 8. Það aukin nýting félagsheimila á Vesturlandi. Og þetta kemur líka frá fundi menningarmálanefndar 15. september og þar var til umræður, ráðstefna og málstofum aukna nýtingu fyrir blómlega menningu í félagsheimilum og menningarhúsum sveitarfélagana. Það var ráðstefna á vegum Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Og nefndin leggur það til við sveitarstjórn að hugað verði að fjölþættari nýtingu félagsheimila í Dalabyggð. Og ég tel alveg kjörið að sveitarstjórn muni fela menningarmálanefnd að vinna tillögur að fjölþættari nýtingu félagsheimila í Dalabyggð. En orðið laust þetta mál og þessa tillögu. Það kveður sér engin hljóðs, en þeir sem eru samþykkið því að vísa málun aftur til menningarmálanefndar og fá þá til þess að vinna tillögur að fjölþættari nýtingu, greiði atkvæði. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður númer 9. Það óskum umsögn vegna breytingar á aðalskipulagi og nýs deiliskipulags í Reykhólahreppi. Þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 2. október síðastliðinn. Og umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við auglýsta tillögu að breytingum á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018 og nýs deiliskipulags vegna vatnsaflsvirkjunar í Garpsdal. Einhver sem vilja ræða það sérstaklega? Það biður enginn orðið, þeir sem eru bara samþykkir tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar greiði atkvæði. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður 10. Það Hrófnýjarstaðir, breytingar á aðalskipulagi vegna vindlundar. En sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 22. júlí síðastliðinn að aðalskipulagsbreytingi skuli auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga. Og eftir yfirferð skipulagsgagna beinir skipulagsstofnun því til sveitarfélagsins að bíða með auglýsa tillöguna að aðalskipulagsbreytingu þar til tillögu að viðauka við landsskipulagsstefna hefur verið lögð fram til kynningar. Þannig geti sveitarstjórn kannað hvernig stefna og skipulagsákvæði vindorkuver og Hrófnýjarstöðum samræmist henni og brugðist við af tilefni. Stefnt að því að viðauki við landsskipulagsstefnu verður auglýst í haust og verður þá til kynningar í 8 viku. Og umhverfis- og skipulagsnefnd bókaði að til að forðast allan tvíverknað, kostnað og tafir í ferlinu leggur hún til við sveitarstjórn að farið verði eftir beiðni skipulagsstofnunar að bíða með auglýsingu skipulagstillögu þar til viðauki landsskipulagsstefnu liggur fyrir til kynningar. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Kristján, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Já, takk, oddviti og góði fundamenn. Ég vildi benda á skjal sem liggur fyrir í málinu frá eigendum Stormorku, þar sem að þeir gera athugasemdir við þessar tafir sem sem fylgja þessu að fresta auglýsingunni. Jafnframt vil ég benda á að ég núna í aðdraganda sveitarstjórnarfundarins þá spurðist ég fyrir það hvenær væri að vænta svars og afrita, eða hvenær væri að vænta því að þessi
viðauki yrði tilbúin, þannig að það væri hægt að taka málið til afgreiðslu og sá tölvupóstur fylgir með í fundargögnum, svar Skipulagsstofnunar, en þetta viðaukinn ekki tilbúin en það stefnt að því að hann verði tilbúin núna í lok mánaðar, ef ég maður ekki með skjalið fyrir fram að mig. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið, en þess sem eru samþykkir tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar að bíða þar til að viðauki við landsskipulagsstefnu liggur fyrir. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður 11. sem eru sólheimar, breytingar aðalskipulagi vegna vindlundar og í raun samskonar mál og dagskrármáli hérna áðan að Skipulagsstofnun beinir því til sveitarstjórnar að bíða með auglýsingu og umhverfis- og skipulagsnefnd tekur undir það ferli, einhverjum vilja ræða það sérstaklega. Það biður enginn orðið, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar. Hún samþykkt samhliða. Þá hér næst dagskrárliður 12. Það breytingar á endurskoðun aðalskipulags Borgarbyggðar. Það sem sveitarstjórn Borgarbyggðar óskar eftir umsögn við skipulags- og matslýsingu og þetta tekið fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar sem gerir ekki athugasemdir við skipulags- og matslýsingu fyrir endurskoðun aðalskipulags Borgarbyggðar. Einhverjum vilja ræða það sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar. Það samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 13. Það ný jörð úr landi Sælingsdal. Nú síðasta fundi sveitarstjórnar hafnaði sveitarstjórn því að jörðin yrði skipt og ríkisvegnir hafa óskað eftir rökstuðningi fyrir þessar ákvörðun sveitarstjórnar og byggðarráð fól sveitarstjóra semja greinargerð sem eru lögð fyrir sveitarstjórn og liggur hér fyrir fundagögnum í formi minnisblaðs. Og þar er tillaga að svari. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Finna hérna tillöguna hjá mér. Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk. Oddviti og fundarmenn. Ég vil bara aðeins fylgja eftir þessari greinargerð að það mjög mikilvægt að það komi og afgreiðsla sveitarstjórnar var kannski ekki alveg nógu skýr af því að sveitarstjórn er umsagnaraðili en ekki ákvörðunaraðili í málinu. Þannig að það er alveg rétt að þar af leiðandi stjórnsýslulega að taka þetta aftur fyrir og þá jafnframt að vera með rökstuðning fyrir niðurstöðunni. Rökstuðningun kom náttúrulega fram í umræðum á fundinum síðasta og að það var talið að þetta myndi rýra landkosti jarðarinnar og að það að taka veiðiréttindin undan stærstu hluta jarðarinnar og eins og ég rek hérna í minnisblaðinu þá í lögum lax- og silungsveiði þá eru ákvæði sem eru mjög skýr og
sem að þýða það má alveg draga það í efa að þetta sé heimilt og í greinagerðinni með þessum lögum að þá er líka sagt að hún sé að lögunum sé ætlað að það sé semst megin regla að það sé megi ekki taka semst einstaka hlunnindi undan jörðum, þar segja veiðihlunnindi. Og mér langar líka að bæta við sem að ekki kemur reyndar fram í greinagerðinni og ég var bara ekki búinn að finna alveg á þegar hún er skrifuð og hún sé að reyndar verið skrifuð bara í gær að það liggur núna fyrir á þingmálaskrá frá landbúnaðarráðherra breyting á lögum breyting á jarðalögum og þar eru samkvæmt greinagerð er enn frekar verið að hnykkja á því að það eigi ekki að skilja þarna að og ég ætla bara ég má lesa með leyfi oddvita að þá segir hérna í greinagerð með lögum með jarðalögunum sú er ástæði fyrir þessari tillögu, þar að segja tillögu að megi ekki skipta hlunndum undan fyrir þessari tillögu að nokkuð virðist að ekki sé gætt að því að ákvæðum þessara laga bann við aðskilnaði hlunnynda og lands meðal annars þannig að oft hefur það gerst að hlunnindum á undanförnum árum að tekið fram til dæmis við sölu lands sem skiptir út úr annarri fasteign að réttur til hlunnynda sé undanskilinn. Í einhverjum tilvikum kann það stangast á við umrædda ákvæði, þar að segja ákvæði lax- og sílungsveiði meðal annars, en þetta á sérstaklega við réttindi við veiði. Síðan er hér vitnað í nokkra dóma frá Hæstarétti og segir svo mögulegt er að úr þeim ágreiningi sem greitt var úr í þessum málum gæti dregið verði áréttað í lögum sem varða nýskráningu fasteigna að skylt sé að gæta að ákvæðum laga sem hér hafa þýðingu. Þetta er ekki síst brýnt nú mundir þegar mikið er skiptingu á landi jarða og fjölmörg dæmi til dæmis að landi jarða sé skipt nær öllu í margar sjálfstæðar fasteignir. Það vel á því við slíkar aðstæður að gætt verði vel að því hvort til dæmis sjálfstæð hlunnindi fylgi hverri landsbyldu til nýtingar innan marka hennar, hvort þau séu óskipt milli allar spildana eða hluti þeirra og hvort opinbert leyfist að land standi til slíkra tilhögunar. Þannig að þarna, þetta er náttúrulega ekki lög, þetta er frumvarp sem á leiðinni, en svona andi bæði þessa nýja frumvarps og núgildandi laga gengur öfulega gegn þessar uppskiptingu. Takk fyrir þetta, Kristján. Þá er umsögn sveitarstjórnar sem við myndum greiða atkvæðum að sveitarstjórn Dalabyggðar mælir gegn uppskiptingu á jörðinni Sæliksdal. Það rýrir mjög landkosti jarðar að skipta henni upp á þann hátt sem verið að leggja til. Sérstaklega þegar veiðiréttindum í ánni haldið eftir og ríkið virðist ætla að eiga þau sérstaklega. Þarna verið að setja það fordæmi sem stórir eigendur veiðijarða á landinu geti nýtt sér og skipt upp jörðum þannig að veiðiréttinum haldið eftir en annað land selt áfram til annarra nota. Bent á 9. grein laga lax- og silungsveiði nr. 61/2006 þar sem sett sú meginregla að veiðiréttur verði ekki skilinn frá fasteignum, hvorki með hefðbundnu afsali veiðiréttarins, né heldur við uppskiptingu fasteignar eða ráðstöfun einstakra spildna úr henni. Vísaði til greinargerðar með frumvarpi til laga lax- og silungsveiði varðandi 9. greinina. Til þess að taka af öll tvímæli með frumvarpsgrein þessari lagt til að sú meginregla gildi frá gildistöku laganna að veiðiréttur verði ekki skilinn frá fasteignum, hvorki með hefðbundnu afsali veiðiréttarins, né heldur við uppskiptingu fasteignar eða ráðstöfun einstakra spildna úr henni. Slíkt yrði því í öllum tilvikum leyfisskylt og gert ráð fyrir því að við mat og heimild til undanþágu beri sérstaklega að líta til þess hvort
kostir fasteignar til landbúnaðarnota skerðist og jafnframt að fiskistofnar viðkomandi vatns verði ekki ónýttir. Þykir þessi fortaklausa tilhögun í betra samræmi við þau meginmarkmiði frumvarpsins sem áður hefur verið gerð grein fyrir og meðal annars ætlað að tryggja áframhaldandi sjálfstæði og rekstrargrundvöll þeirra jarða sem byggja afkomu sína að öllu leyti eða hluta á veiðinýtjum. Þess utan ljóst að takmarkalausu uppskipting veiðiréttar einstakra jarða og fleiri hendur getur stefnt í hættu því markmiði frumvarpsins að tryggja skynsamlega, hagkvæma og sjálfbæra nýtingu þeirra auðlinda sem fiskistofnar ferskvatna eru. Óski ríkiseignar eftir því að Dalabúðin tilbúin að eiga fund málið. Einhverjir vilja ræða þessa bókun? Þeir sem eru samþykkir henni greiða atkvæði. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárlið 14, það deiliskipulag í landi Hróneyjastaða. En það sem Stormorka óskar eftir því að hefja vinnu við tillögu að deiliskipulagi fyrir vindorkuver í landi Hróneyjastaða. Þetta var tekið fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar og nefndin leggst ekki gegn því að hafa verið vinna nýju deiliskipulagi í landi Hróneyjastaða en bendir á að nýtt deiliskipulag tekur ekki gildi fyrir en að breyting á aðalskipulagi hefur öðlast gildi. Einhverjir vilja ræða þetta mál sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs þess sem að geta staðfest tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar greiða atkvæði. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst til dagskrárliður 15, það tilboð í sorptunnu, skýlu og festingar. En íbúar, þetta kemur frá umhverfis- og skipulagsnefnd og íbúar hafa leitað til sveitarfélags vegna komandi breyting á sorptunnukerfi, óskar eftir að leitað verið tilboð eða afsláttar vegna kaupa íbúa á sorptunnuskýlum og eða festingum þar sem sorptunnum verið fjölgað með nýju fyrirkomulagi. Nefndin tekur vel í erindið og leggur til að sveitarstjórn kalli eftir tilboði frá sorpurðaðala þegar hann hefur verið valinn. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Þú bæta einhverju við þetta, Kristján? Nei, í sjálfu sér ekki nema að ég held að þetta sé bara mjög eðlilegt að þetta jú veruleg breyting sem að þarna á ferðinu og því ekki að neita, það verður töluvert tilkostnaður sem að íbúar munu í einhvern tilvikum allavega þurfa að leggja í við að koma fyrir þessum nýju og viðbótar sorpílátum. En ég held að þessi bara sjálfsagt að reyna að leita svona tilboða og þá ekki binda það við þennan íslenska gámafélagi sem sem sagt verður sorphirðu aðilinn okkar eftir útboð, myndum bara leita til fleiri aðila. Þá raun bara hér tillaga að sveitarstjórn kalli eftir tilboðum í sorptunnu, skýlu og festingar. Þeir sem eru samþykkir því gefi greiða atkvæði. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður 16, það umsókn stofnun lóðar í Innri Fagradal. Þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar og umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við erindið. Einhverjir vilja ræða þetta mál sérstaklega?
Það kveður sér engin ljós þeir sem eru samþykkir þessari tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar greiða atkvæði. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 17, það er framlenging á stöðuleyfi. En Stormorka e.h.f. leggur fram ósk framlenging á stöðuleyfi fyrir vindmælingamöstur í landi Hróneyjastaða. Núgildandi leyfi rennur út 25. október næstkomandi. Ástæða þess að þörf er á framlengingu leyfis er að sökum veðurs reyndist ekki unnt að koma mösturunum upp eins fljótt og áætlað var og dróst verkið því talsvert. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að stöðuleyfi fyrir vindmælingamöstur í landi Hróneyjastaða verði framlengt eitt ár frá 25. október 2020 til 25. október 2021. Einhvers vilji ræða þetta mál sérstaklega? Það kveður sér engin ljós þeir sem samþykkir því að framlengja stöðuleyfi. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru hér fundargerðir til staðfestingar. Og það er fyrst fundargerð stjórnar Silfurtúns. Það er fundur nr. 36 og var haldinn 17. september. Einhvers vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega? Það kveður sér engin ljós þeir sem eru samþykkir henni greiða atkvæði. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð stjórnar Silfurtúns frá 7. október. Einhvers vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Það kveður sér engin ljós þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 20, það er menningarmálanefnd Dalabyggðar. Fundargerð fundar frá 15. september. Einhvers vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Það kveður sér engin ljós þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð frá fundi atvinnumálanefndar, fundur 22. september síðastliðinn. Einhverjum sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Það kveður sér engin ljós þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerð fundar byggðarráðs frá 24. september. Einhvers vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Pálmi, gjörðu svo vel. Já, heyrið þið mér? Halló. Já, það heyrist. Óttið ágættir fundarmenn. Ég ætla að spyrja út í af hverju þessi var hafnað með dýraflutningarnar og hver rökur fyrir því eða hvernig menn hafa reiknað út þessa kostnaðaráætlun við þetta verkefni. Ég er með grunar að eitthvað gleymst þarna í kostnaðaráætluninni.
Nú verður Kristján sveitarstjóri eiginlega að svara. Já, óttið ég góða fundamenn. Rökin fyrir því að hafna þessu var að það var það mikill munur á kostnaðaráætlun og lægsta tilboði og ég tala nú þetta ekki þau einu tilboðin sem voru talsvert hærri. Það má alveg færa rök fyrir því að kostnaðaráætlun hafi verið full lág og með því að en jafnvel þó svo að við höfum mátum það og reiknuðum inn í fullan virðisaukaskatt til að gera þetta sambarilegt og hækkuðum liði var samt sem áður lægsta tilboð hærra heldur en sá kostnaður sem að sveitarfélagið hefur aðeins í dag. Þannig það voru rökin. En ég tek undir það að munurinn á kostnaðaráætlun upp á 4,4 milljónir og upp í rúma 7 milljónir sem að var lægsta tilboð. Það var í sjálfu sér ekki, það var ekki eðlilegt að horfa á hann. En þegar að búið að reikna það upp að þá getum við ekki segja að kostnaður sveitarfélagsins sé fari mikið yfir 6 milljónir, þannig verður samt sem áður með þarna cirka 1,5 milljón umfram. Fleiri spurningar fundargerð byggðarráðs? Ekki svo vel, Pálmi? Ég bara bara að spyrja út í hver til dæmis afskriftirnar á bíl og kerru, er það reiknað inn í þetta dæmi allt saman? Það við erum með taxta á bíl og kerru og laun inn í þetta og eins og segi þó svo að það er allt saman reiknað inn í þetta, já. Það er bara kostnaðurinn frá áhaldahúsinu eins og verðskráin og svo bættum við þarna ofan á þetta virðisauka til að hafa þetta hreint þegar vorum að bera þetta saman á endanum. Ég taka fram að sko kostnaður þessi kostnaðaráætlun þó svo hún hafi verið lág að þá er hún samt hærri heldur en það sem hefur verið bókfærður kostnaður sveitarfélagsins vegna þessa. Fleiri spurningar? Það að spyrja meira, Pálmi, eða er höndin uppi ennþá? Takk, ég er góður. Það virðist ekki fleiri biðja orðið. Þeir sem eru samþykkir þá fundargerðinni greiða atkvæði. Skúli á eftir að greiða atkvæði. Mér sýnist Skúli vera frosinn. Já, Skúli hann er bara að tengjast aftur. Og bara hinkrum við eins að Skúli getur tengst aftur. Þannig kemur Skúli inn aftur. Datt aðeins út, ég veit ekki af hverju. Ertu samþykkur fundargerð byggðarráðs? Já. Þá fundargerðin samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður 23, það fundargerð byggðarráðs frá 29. september.
Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Er höndin enn á lofti, hefur Pálmi síðan áðan eða ekki? Ósta. Það biður enginn um orðið, þeir sem eru þá samþykki fundargerðina gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 24. Það er fundargerð byggðarráðs frá 5. október. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Það biður enginn um orðið, þeir sem eru samþykkir henni greiða atkvæði. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 25, það er fundargerð byggðarráðs frá 12. október. Einhvers vill ræða hana? Það biður enginn um orðið, þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð umhverfis skipulagsnefndar og fundur sem var væntanlega haldinn 2. október síðastliðinn. Þá standi hér 4. september í fundarboði. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru næst fundargerðir til kynningar. Það er dagskrárliður 27, það er fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það er fundargerðir stjórnar frá 25. september og 29. september. Einhvers vill ræða þær? Svo virðist ekki vera. Þá er næst dagskrárliður 28, það eru fundargerðir Brunavarna, Dala, Reykhóla og Stranda byggðasamlags. Það er fundargerð stjórnar 22. september og ársfundar 29. september lagað fram. Kristján, gjörðu svo vel. Já, ég vildi bara koma því að það stóð til að, semst eins og kemur fram í fundarboði, að ársfundargerðin yrði lögð fram, en sú fundargerð hefur ekki borist og semst, þannig að hún er ekki þarna. Þetta er eingöngu þarna fundargerð eins stjórnarfundar. Takk fyrir þessar upplýsingar, Kristján. Þá er næst dagskrárliður 29, það er fundargerð stjórnar Bakkakoms, HSES. Það er fundargerð stjórnarfundar 10. september. Einhvers vill ræða hana? Það kveður sér engin hljóðs. Þá er næst dagskrárliður 30, það eru fundir stjórnar Sorpurðunar Vesturlands. Það er þarna fundargerð sem liggur fyrir. Einhvers vilja ræða hana? Þá er næst dagskrárliður 31, það eru fundargerðir stjórnar Dalaveitna. Einhverju sem vilja ræða þær? Það kveður sér engin hljóðs. Þá er næst dagskrárliður 32, það eru fundargerðir Almannavarnanefndar Vesturlands. Einhverju sem vilja ræða þær?
kveður sér engin hljóðs, þá næst dagskrárliður 33, það eru ársreikningar Bakkahvamms HSES 2019. Einhverju sem vilja ræða þá? Það biður enginn orðið. Þá næst dagskrárliður 34, það viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldur COVID. Það liggur hér fyrir minnisblað. Einhverju sem vilja ræða það? Kristján, gjörðu svo vel. Já, þetta er góðu fundamenn. Ég langaði bara að koma að til viðbótar. Það var semst fundur í viðbragðsteyminu í dag, þessu tveimur vikulegu fundum sem gert þarna grein fyrir í minnisblaðinu, en náttúrulega fundurinn í dag er ekki þar inni. Þá kom til umræðu þar svona ákveðna áhyggjur af því af því að við erum svo heppin að hér höfum við ekki fengið smitt hérna í dalina. Að það áhyggjur af því að fólk væri kannski ekki að fara nógu varlega og ég get alveg vísað í það sem var sagt við mig að þegar væri samskipti milli heimamanna að þá væri fólk ekki að fara eins varlega eins og þegar kæmi utanaðkomandi. Og þetta svona ákveðið hættumerki vegna þess að ef þetta rétt að fólk sé ekki að passa sig líka í samskiptum hér innan héraðs, að halda fjarlægð og nota grímu og svo þess aftar. Þá erum við bara að búa til jarðveg fyrir hópsmiti ef að veiran kæmist hérna inn, af því þá smitleiðin innan héraðs greiðari. Þannig að þetta eitthvað sem eins og segi, með þeim fyrirvara að þetta sé rétt tilfinning. Þá þetta eitthvað sem að við þurfum einhvern veginn að vekja athygli á. Og við ætlum að gefa út Dalapóst núna fljótlega, þar sem að verður meðal annars bent á þetta. En ég vildi bara koma þessu að hér. Takk. Takk fyrir þessa ábendingu, Kristján. Og ég held að sé bara full tilefni til þess að minna íbúa á það að fara varlega og ekki sofna á verðinum, því að það getur haft slæmar afleiðingar í för með sér. Og ég svo sem get alveg tekið undir þessar áhyggjur. Ég sjálfur hef starfsmanns vegna náttúrulega ferðast víða svæðið á síðustu vikum og hef alveg orðið svona var við þetta að menn eru svona miskærulausir varðandi sóttvarnir hjá sér. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið. Þá næst dagskrárliður 35, það haustþing SSVAF 2020. En haustþing SSVAF verður haldið á morgun í fjarfundi. Stóð reyndar til að halda það hér í Dalabyggð og það átti að vera stjórnarfundur út á Fellströnd í kvöld, en hvoru tveggja var í ljósi COVID-ástandsins slegið upp í fjarfund. Þannig að það fjarfundur í stjórn SSVAF núna klukkan 16:31 og haustþingið verður síðan í fjarfundi á morgun. Næsti dagskrárliður 36, það áætlun refaveiðar 2020 til 2022. Þetta liggur hér frammi til kynningar. Einhverju sem vilja ræða það sérstaklega? Kristján, gjörðu svo vel. Já, mig langaði bara að segja frá að byggðaráð fundaði með refa og minkaveiðimönnum núna nýverið. Ég held að maður segja að það var mjög gott samtal en samantektin frá þeim fundi ekki tilbúin en hún verður semst tekin fyrir á næsta fundi byggðaráðs og kemur eftir það fyrir augu sveitarstjórnar.
Ekkur þetta, fleiri sem vilja taka til máls. Þá er næst dagskrárliður 37, það er frón fasteignamiðlun, innheimtubréf. Einhverjus vilja ræða það. Þetta er bréf sem barst fyrir gær og bættu dagskrá fundarins. Og ég veit að sveitarstjóri hefur falið bara lögmanni sveitarfélagsins að svara því. Þá er næst dagskrárliður 38, það er skýrsla frá sveitarstjóra, hann liggur hér fyrir minnisblaðum störf sveitarstjóra frá síðasta fundi sveitarstjórnar. Viltu eitthvað fara nánar yfir það, Kristján? Nei, ég held ekki, þetta er svona bara í þessu venjulega puntaformi. Þá er dagskrá fundarins tæmd og það liggur fyrir að við munum halda aukafund í sveitarstjórn núna rétt fyrir mánaðamót til þess að fara yfir leggja fram fjárhagsáætlun og svo verður þó fyrsta umræða um fjárhagsáætlun á fundi sveitarstjórnar sem verður 5. 12. nóvember næstkomandi. En áður en að við kannski slökkvum á upptöku, þá er Svana, hún er varamaður hérna inn á þessum fundi og hún er væntanlega á förum úr sveitarfélaginu á samt hlaðveri manni sínum og ég vil bara þakka henni fyrir hennar störfi í sveitarstjórn og nefndu sveitarfélagsins. Ég vil fá að þakka fyrir mig sömuleiðis og bara óska ykkur góðs gengis í ykkar störfum. Takk. Og hver veit nema að við verðum síðan í sama sveitarfélaginu innan fárra ára. Það kemur í ljós þegar niðurstaða valkostagreiningar liggur fyrir hvert dalabyggð á sameinast. En þá ætla ég að leggja til við Kristján Inga tæknimann að slökkva á upptöku og þarna við munum yfirfara fundargerð.